Það ekki óvanalegt á ferðum okkar landið að hitta fólk sem vasast í öllu. Í dreifbýli ekki mjög margir sem eru bara að gera eitthvað eitt. Fólk nýtir gjarnan tímann og sumir gerast svo djarfir að reyna fyrir sér í öllum áhugamálum og skyndihugmyndum. Kristín Guðmundsdóttir í Skrúðvangi ein af þeim. Titill, ég bara veit það ekki. Alls konar? Já, alls konar. Á Facebook-síðunni minni þá ég titlað listrarstjórnandi hjá Vatnsnes Jarn. Já. Og svo ég garðyrkjubóndi, vefhönnuður. Ég hef ekki verið með neitt sérstakann einn titil yfir þetta. Bara 1000 fjalasmiður eða eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis. Já. Hvað það svona helst sem þú tekur þig fyrir hendur? Já, bara það sem að grípur hugann, sko. Eða svoleiðis. Já. Móður mín vill kalla þetta rótleysi. En ég held að það til orð á ensku sem þetta multipassionate. Ég hef bara ekki almennilega fengið gott orð á íslensku yfir það. Og ég held ég sé bara þar. Þú veist, ég var svolítið gaman af ótrúlega mörgum hlutum og veð bara í það sem að mér langar til að gera. Það náttúrulega forréttindi og frelsistilfinning að geta gert það bara. Maðurinn hennar Kristínar, Þorvaldur, heimamaður sem flutti burt tíma. En nú hann kominn aftur í heimahagana með fjölskyldu og atvinnustarfsemi. Við í raun og veru hefum flutt hingað tvisvar. Einu sinni þegar krakkarnir okkar sem eru tvítugt núna, þau voru semst bara 1 og 2 ára. Þá fluttum við og keyptum ákveðið hús. Svo fórum við til Reykjavíkur og fórum svo þar til Danmerkur og vorum í 10 ár. Og svo komum við aftur og keyptum sama húsið, funny story eða svoleiðis. Og það var árið 2017 sem við komum frá Danmörku og ákveðum að koma hingað. En hvaðan kemur þú? Ég úr Reykjavík bara. Já. Og hvernig var það fyrir þig að búa hérna, svona með í Reykjavík? Það raun og veru skiptir mig einhver máli. Ég fann ekki neitt svaka, enga breytingu, jú, náttúrulega breytingu þannig, en ekki neitt svona, og það ekkert mega öðruvísi út á landi heldur en annars staðar. Þú ekki bara sett þig að láta þig leiðast? Nei. Þið eru nú ansið góðum stað fyrir það að vera svona multipassionate. Já, einmitt. Ýmislegt sem hægt að finna upp á að gera. Hvernig dattir í huga að fara að lita garð? Ég eiginlega veit það ekki. Það bara kom einhvern veginn til mín. Það má kannski segja að ég hef sérstakann áhuga að opna garðbúð, eða online garðbúð fyrir svona 8-10 árum síðan. Og ég var bara með það á heilanum og ég prófaði það og það gekk ekki vel og svo bara einhvern veginn fór þetta ekki almennilega frá mér, þannig að svo bara þetta var næsta skref að prófa þetta. Og hvernig þróar þið áfram svona í lituninni? Eitthvað að prófa. Já. Bara þú veist, kannski þetta að segja að fyrst maður bara dembingur í pottinn og sjá hvað kemur og svo næst fer maður svona að hugsa, já nú ég komið með eitthvað úrval og best að setja inn í, þú veist, ef ég ekki með neina gráa liti og búið til einhverju heild til að geta í raun og veru sett fram á búðum að kaupa í heildsölu. Og gengur þetta þá semst betur heldur en það að vera með þessa vefverslun sem hún varst með fyrst? Já. Allt annað mál. Allt annað mál, ok. Og síðan garðyrkjubóndi, hvaðan kemur sá áhugi? Það har alltaf verið, ég veit það ekki. Það bara meðfæddur áhugi held ég. Já, hvað er það við að... Ég hef ótrúlega gaman að sjá hluti vaxa, einhvern veginn. Já, byggja upp og að sjá hluti vaxa. Já, og ertu þá eins í garðyrkjustörfunum að þú veist alltaf að prófa eitthvað nýtt eða... Já, þannilega séð, sko. Ég er náttúrulega ekki menntaður garðyrkjubóndi, það er ekki þannig. Þannig að tilraunastarfsemin hún er svakaleg. Oft vei of mikil, þú veist. Og við við höfum ákveðið að taka þann pól í hæðina hér að vera með, þú veist, minna af mörgu í staðinn fyrir bara eitthvað eitt eða svoleiðis. Af því við erum að reyna að fá fólk til að koma í búðina til okkur á sumrin og vera þá með breytt úrval heldur en bara að reyna að fá fólk til að kaupa jarðarberjabox. Þannig að við erum með tómata í öllum stærðum og gerðum.
Allt frá litla gula upp í stærri svarta og græna og hitt og þetta. Og svo hefur við verið með alls konar chili og grænkáli frá okkur hefur verið að fá mjög góða dóma. Til hamingju. Já, takk. Það er minna að gera í garðyrkjunni á veturna en Kristín litar garn allt árið. Þorvaldur er kokkur og rekur veisluþjónustu. Þannig að þetta er svona heill grautur á alls konar sem að okkar planir bara geta borgað okkur laun út úr þessu öllu saman, sko. En samt að gera í rauninni bara það sem ykkur finnst skemmtilegt. Já, það er bara einmitt. Þvílíkur lúxus. Það er bara alveg forréttindi. Og hvernig og með vefhönnunina, ertu lærðu í því? Já, ég er margmiðlunahönnuður. Já, ok. Er eitthvað líkt með svona vefhönnun og garðyrkju? Nei, ekki nema bara þessi uppbygging, þú veist, að sá einhverju og svo bætir alltaf utan á, þú veist, þú bætir utan á vefinn og byggir hann upp. Svona persónuleiki eins og þú ert, geturðu sagt fyrir víst hvað þú værir að gera eftir 10 ár? Heldur þú verður ennþá að gera allt þetta eftir 10 ár? Ekki hugmynd. Það er það eina sem ég lærti í lífinu, það er bara að ég hef ekki grænan. Og mér er alveg saman. Þetta hentar mér alveg gríðarlega vel, sko. Ég hef ekki hugmynd. Það kemur bara í ljós.